En mér leiði eins og mér langaði að vera hérna með tvöfaldan dósa espresso, þér leiði eins og þér langaði að vera með hatt, hvað kom við þig? Bara hann var í skottinu, Ok, mér fannst það passa. já, Allt í einu, fyrst hann var í skottinu, fyrst að ég ákvað að opna skottið til að leita mér að hugsanlegu höfufati og hann blasti þarna við, ég meina, þú veist, halló. þú synga mjög vel. Já, það ekki bara. Jú. Svona sorting hatt smá. Þú ert líka aðeins búin að tekka á fyrstu þáttunum að mér. Já. Ertu ekki ánægð með þetta? Hæ? Ertu ekki ánægð með þetta? Jú, vandað. Já, Jú. gaman að heyra. Hvað er hérna? Bara æði, gaman að sjá Kára og Loga og Katrínu. Já. Svo kemur Björgvin Pállina bráðum. Nú. Já. En hérna, þú varst að koma úr jógatíma. Já. Ertu mikið að gera jóga? Já, bara svona passlega. Ok. Já, bara passlega. Ég er í sólir jóga hjá Sólveigu. Það er bara frábær orka í gangi, sko. Hvað gerir það fyrir þig? Bara allt. Heldur mér svona nokkuð hóflegum, sko. Ok. Bara losar orku og bara mýkt og passar bara allt. Og líka var sem að fallet í sólum er að, þú veist, það er ekki bara það jóga, heldur eru alls konar svona fallegi hlutur að gerast, eins og kapp, þú veist, hjá Þóru, svo með kuldan hjá Andra, þú veist, Wim Hof, svo ertu með yin-jóga, svo ertu með, ég er með kallakakóðar, Heiðrún er með kvennakakó og bara svona, mjög svona holistic, sko, og eiginlega er að brjóta út veggina þarna, sko. Ég hitti þig einhvern veginn í sjónum með mitt. Þú er stundum verið að taka kuldan eða ekki? Jú. Ertu ennþá í því? Já, hann er bara svona þægilegasti kennarinn, sko, til að samþykja, alltaf svona æfingi samþykkt. Já, hvernig þá? Nei, bara samþykja kuldan. Kuldin er harður kennari? Já, eða, þú veist. Bara eins og með allt, sko, þú veist, þetta snýst allt samþykkt í aðstæðanum og hérna, og sjá þetta einhvern veginn, bara sem það sem það er, sko. Hvað hérna er svo núna, svo ég held aðeins áfram að þinn, þegar þú kemur, ertu að koma í þetta og veist alveg að vera með mynd og svona, ertu búin að æfa þig í svo síðustu árum að leyfa þig bara að vera í flæðinu og þá einmitt svolítið sleppa tökunum að því hvort einhver er að hugsa eitthvað eða eitthvað svoleiðis? Já, það er nú alltaf svolítið verið, já, ég hef eiginlega bara alltaf svona lyft forvitninni að leiða mig og hérna og já, en ætli ég sé ekki komin, mér líður, hljóma kannski arrogant að segja, en mér líður svolítið eins og ég sé svona, þú veist, alkemistinn komin heim, sko, að þú veist, var hann í skilyrðingunni í 20-30 ár, bara hinn týndi riddari og bara risaðsni dvergur eins og ég kalla stundum og hérna, þú veist. Risaðsni dvergur? Já, bara svona, já, nei, ok, þú veist, bara syndu minni skildu og bara skilurðu kallmaður bara par excellence, skilurðu, en var þeirra gæfa aðnötandi að hafa óslega gaman að því sem ég var að gera, þannig að það var alveg gott og sigrar unnust og konan er þá með mér og ég á 3 börn og þú veist, virðist alltaf bara verið nokkuð gott, en þú veist, en inn í því var ég alltaf að lesa og heimsbyggjast og alltaf að leita einhverjum svona, þú veist, er einhver, sendi mig einhver í leiðangur, þú veist, átti ég að ná einhverja perlu, eða þú veist, er ég að gleyma einhverju, sko, þú veist, það var alltaf svona þetta, in the back of my head, sko. Og hérna, er það, já, halda árum. Nei, og það í raun og veru svona sört sem var alltaf bara í teóríu og í gegnum einhverja kúrsa og taka eitthvað BA í heimsbyggi og eitthvað svona, það í raun og veru fekk ekkert að, veist, ég hafði ekkert rými til þess að fara virkilega inn í það fyrir ég hætti í boltanum, sko. Var það þá þegar þú hættir í boltanum sem þið virkilega líður eins og þú getur svona farið að, svo ég sletti explora þetta svona? Já, ég menn þá leita ég bara að forsinu eða, þú veist, hvað köllum við þetta, perlan, may the force be with you, þú veist, hvað með eitthvað, töfralampin, hvaða orðið við verið þetta, handan regnbogans eða áskarður eða paradís eða eldorado eða, þú veist, hvað viltu kalla þetta? Þú veist, eitthvað svona, og og ég sem sagt já,
og ég sem sagt byrja að fer í og þetta svona fer að gerast sko, veist, þetta var alltaf í teóri og orðum og allt það og ég fer ekki að fá að upplifa hluti fyrir en ég fer að þú veist, nálgast indjánana og fara að upplifa athafnir og þú veist, ayahuasca sem bara planta sem að ég meina, þú veist, Joe Rogan talar að hverjum degi næstu því og orðið bara svona nokkuð næstu overload sko af tali það. Ég er búin að vera með eitt viðmælandi hérna sem er búin að tala með mitt að hann hefur tekið ayahuasca. Þetta er ennþá svolítið feimnismál á Íslandi. Já, ég meina, þú veist, og það er skrítið sko, vegna þess að, þú veist, ég meina bandaríkjamenn eru búin að, eða þú veist, það var svona ayahuasca boom sko fyrir 20-30 árum sko og staður í Peru sem var bygguð sko 2000 manns fór upp í 200.000 sko og skrítið að þetta hefur ekkert fengið að setla hérna inn í 2200, er það Cusco eða? Nei, man ekki hvað hann heitir það er að lesa greinar bara þróun ayahuasca og hvað það er og allt þetta sko og hérna og finnst þau sem bara komni strax inn á beint í dýftina með já, beint í þetta og þannig að, veist, já, í raun hef ég síðustu 5 ár verið bara að skoða þessa hluti, svona plant-based medicine, farið inn í, skoða, þú veist, það sem að Mexiko, Indíánar nota, þeir nota kaktusa og svo eru við hérna heima að byrja svona að skoða sveppina, þú veist, og það er náttúrulega svona stigmatized og það er eiginlega skemmtilega að veist, að hérna, já, eða þú veist, að hann hefur alltaf verið notaður á mjög skringilegan hátt og þetta er svona, en þú veist, ég ætla ekki að tala kannski meira hann, ég meina að kíkja bara á Michael Pollan, hann er svona svo skýrasti, svo svona, þú veist, vísindamaður fyrir þessa leið, skrifa bóku það heldur fyrirlestra. Við komum kannski betur inn á það eftir, þannig að, já kannski, sorry. Þetta er svolítið þannig í þessum þáttum hjá mér að það eru bara svona einhverju hlutir að gerast sem ég stýri ekki, sko. Og það er eins og ég segi, eitt viðmælandi nú þegar búin að tala um þetta og það var ekki að því að það hafi verið eitthvað að plana, sko, það bara gerist. Og svona er þetta, en hérna, en mér langaði aðeins bara svona að því að tala um þetta sem svona, þessa leitina, oft bæði hjá sjálfum mér og svona fólki sem hefur verið í einhverju svona, við skulum kalla það svona einhverju andlegri leit. Ég upplifi þetta stundum eins og það er svona, manni finnst eins og það sé eitthvað sem eigi að vera öðruvísi en það er. Þegar maður er einhvern veginn svona að byrja, það er eitthvað sem, þú talar um skilyrðingun á hann. Heldur að sé ekki mjög mikið af fólki sem er með einhvers staðar inni sem einhverja svona tilfinningum þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi. Það er eitthvað sem vantar hérna. Það er eitthvað sem, og það er svolítið þaðan sem, mér finnst þú kannski vera að tala um að þú komir, að þú hefur kannski svolítið þorað að fara lengri en annað fólk í að bara virkilega byrja að skoða, sko. Já, og þess vegna, ég held sérlega einmitt að tala um þetta, að í raun, þú veist, leitin er svolítið að, hún er áhættusöm. Þú veist, þetta er bara eins og í öllum góðum bíómyndum, öllum ævintýramyndum, öllum góðum góðsögum, ævintýrum, að þú veist, hetjan þarf að fara og hún þarf að leggja sig í hættur og sumi koma ekki tilbaka, ég meina, margir étnir af drekanum eða hvalnum eða, þú veist, en það er að segja, það að fara að elta þessa rödd, skilur við bara eins og í Frozen 2 eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað svona voice, svona, eitthvað svona, og þú veist bara, þú veist, ég er hérna drottning, þú veist, ég hef allt, elska mig allir, þú veist, á ég var eld þetta, skilur við? Og þú veist, þú getur alveg sett tappa í eyrun og síðan bara gert þitt og dáið og eitthvað svona, en þú veist, hei, þú veist, come on, þú veist, langaði ekki að skoða galdrana og, þú veist, þetta, er ekki eitthvað þarna. Og þú getur alveg, þú veist, getur klúður öllu á svona yfirborðinu og bara hvað varð þennan gaur, ég meina hann var einu sinni þetta, hann var einu sinni með þetta fyrirtæki svo bara hvarf hann Ég veit eins og í þínu tilviki þú kemur sko sérstaklega eftir ólympíuleikana þegar þið vinnið silfrið þá ertu bara þjóðhetja og þú ert einhvern veginn svona bara eitt þekktasti maður á Íslandi og rosa og þá svona fyrir margin sko bara svo ég snúi þessu örstuð þú veist, ég þú veist, fyrir mér þú veist, ég þekkti mig ekkert betur
ég losna aldrei við sjálf á mig, sko. Einmitt. Frá mínum bæjadirum, þá ég bara búin að ná einhverju takmarki sem eitthvað. Akkurat. Ég þekki mikið allt í einu eitthvað betur. Ég alltaf mín þjóðhetja, sko. Já, þannig ég segi það, skilur. En það sem ég að segja er ekki einhver hluti af svona egóni, ef að fólk hefur fengið svona mikla viðurkenningu fyrir eitthvað, þá myndi maður alltaf að vera kannski einhvern veginn ennþá erfiðara að stíga síðan fram og vera bara eitthvað allt annað en fólk þekkir þið fyrir að vera, skilur hvað er að fara? Já, ég skil. Já. Hefur þú getið upplifað einhverja svona áhætti eins og sérst að fórna einhverju eða sérst að tapa einhverju við að þora að vera svona, þú veist, innan gæsalappa skrýtningallinn? Jú, en það er okkur að í mínu tilviki þá, með að við þetta, er ég þá líklegri til að festast í fangelsi einhvers sem ég á að vera, sko. Þannig kannski erfiðar að brjóta það heldur en kannski fyrir einhvern annan. En þeim mun áhugaverðara. Einmitt. Og líka ekki bara til þess að vera eitthvað heldur það, þú veist, það er þessi rödd í manni. Og ég segi, þú veist, farðu þessa leið, þú getur orðið, það er alls konar gildur á leiðinni, þú getur, þú veist, orðið alls konar og aldrei komið tilbaka og týnst og orðið, sumir verða alltaf heilagir og það er alls konar skemmtilega gildur á leiðinni, sumir festast í alls konar og en svo ég taki spoilerin á þetta að endastöðin er alltaf hér, sko. Akkurat. Þetta hér, þessi stund okkar hér, þú og ég núna að geta skynjað, veist, í raun og veru snýst andleg veðuppferð að fá aftur skynjunina sem þú hafið þegar þú varst barn. Akkurat. Í svona mjög stuttu máli. Akkurat. Það að fá að sjá og geta setið í náttúrunni, veist, leyft fuglum, flugum, fundið stærðina í þessum þrívítar spegli sem er alltaf í kringu þig á öllum stundum. Þá ertu heila komin heim, sko. Og þú nærð að síja út tíman, þú nærð að síja út fjarlægðir og þá situr eins og í fyrsta skipti og áttar á því að hásæti Óðins, að hásæti þitt, hásæti Artúrs er þrívítar kúlan sem er alltaf í kringu þig. Er þetta ekki balans á milli þess að því þú talaðir á um skilyrðinguna og væntanlega myndum við segja mjög mikið af fólki í nútíma samfélagi sé fast í bara ákveðinu skilyrðingu. Svo fer fólk eða sumir, svona ákveðin hópar af fólki fyrir ákveðina leit sem er þó svona kannski andleg leit innan gæsalappa. En á endanum kemur síðan alltaf einhvern veginn mánudagsmorgun eins og þú segir, skilur, þú ert með konu og þú ert börn og er þetta ekki einhvern veginn kunstin að finna balansin á milli þess að einmitt fara í einhvers konar annars konar skynjun og fara í ferðalög en síðan kemur alltaf heim aftur eins og þú ert að segja núna, skilur. Jú, ég meina það sem að gerist fyrst oft er að þegar fólk fer inn á við þá myndast kontrastar og þú verður introvert og allir eru fávitar og það er einn gildran, skiluru, og þú ert inn á við og darara og svo lestu þetta og skilur enginn og allt þetta, skiluru. Ég nefnilega þekki dálítið mikið af fólki sem festist þarna. Já, það er hluta geiminu. Sem festist í ég er alveg svo andlegur og allir þeir sem eru ekki andlegir að þeir eru fávitar. Já, svo er alls konar gildrur mjög skemmtilegt og fyndið og maður er lent í þessu sjálfur. Hver hafa verið svona stærstu gildrunar af þér? Hingað til? Vittu nú við, hvar hefur verið lengst í einhverju, eða þú veist líklega flóknasta gildran er einhver sem ég veit ekki af akkurat núna, kannski er í statu þar akkurat núna í eitthvað og einhver sem er einhver staðar er bara gaur, hann er þarna, skilur við eitthvað svona, en ég var lengi einmitt þarna en það var svolítið með atvinnumennskunni þannig að það fór ekkert mikið út og kona mín bjargaði mig svolítið út úr því það var svona, ég átti svona fástíðan tímabil sko, þar sem ég var meira grúska og lesa og svona og fastur í einhverjum bókum og ein bók opnaði aðra bækur og það var bara svona sturla tímabil. Hvernig horfur þú núna á eins og handboltatíman að ég gerði bíómyndu fótboltalandslið og það var ekki fyrir en að ég hef ekki verið að æfa þessar svona hefðbundum íþróttir og þá áttaði ég mig á umhverfinu og þá voru nokkrar leikmennur sem sögðu við mig bara Sölvi, þú skilur kannski þetta er ekkit svaka spennandi að þeir eru bara inn á einhverju hóteli og það nánast bara, ég ætla ekki að kalla þetta fangelsi af því auðvitað eru að vinna við eitthvað sem þeim finnst æðislegt, en það eru rosalega skýra reglur og það nánast setja reglur hvað þú átt að vera að gera heima hjá þér og allt þetta. Hvernig upplifir þú, en síðan á
himbógin náttúrulega frábær félagskapur, þið vinnir sigra, hvernig horfur á handboltatímabilið núna? Þeir eru komið með svona svolítið fjarlæðu það? Já, núna eftir svona 5 ára pásu, þá alveg svona, ég væri alveg til að fara inn í það, maður saknar klefans, skilur, og þetta er náttúrulega engin veit hvað áttu fyrir mistöfur, náttúrulega alltaf svolítið valit, maður veit að kannski, maður vissi það en samt, það er náttúrulega alltaf að þess að fá fjarlægina til að átta það á hversu fagurt það var. En þannig að þeir, gæfan raun og veru átt að segja á þessu áður þú hættir að geta verið meðvitaður hvað þetta er gaman. En það er oftast ekki menn fyrir þeir eru komnir yfir 30 eða skilur sem að geta bæði verið í klefanum og notið þessum leið, horta það svona utanfrá og bara, ég er að fara inn í og ákvæði dýrgeta og darara og eitthvað svona, en flestir mæta bara klefan. Það var einn einmitt af leikmannunum í fótboltalandsliðinu sem var einmitt komin yfir 30 sem sagði þetta við mig, við vorum í einn af ferðunum með landsliðinu og hann segir bara, Sölvi, ég gerir mig grein fyrir því hvað ég gangi hér, sko. Það eru börn heima á mér og konan mín bara barsla að sjá þau, ég er hér að fá vel borgað fyrir að vera að leika mér að sparka í bolta og ég er með bestu vin mín. Þetta eru borréttindi, sko. Hver er þetta, Emil? Emil reyndar held ég að hugsa svona svolítið líka, Ólafur Ingi Skúlason. Okay. Og það er einmitt eins og segir, það er oft kannski ekki fyrir menn eru komnir á svona seinni árin sem þeir fatta þetta, sko. Já. En kunstinn að geta fatta þetta án þess að affekti eða hafi áhrif á getuna þína, sko. Akkurat. Hvernig er það einmitt? Því að maður er oft hugsað þegar þú ert atvinni íþróttamaður á þessu leveli, þá oft kannski þarft að vera í ákveðinni skilningu til að geta haldið getunum, eins og þú segja. Hvernig er hægt að láta þetta tvennt fara saman og sér því núvitund á meðan þú ert án þess að það komi niður á framhjálpstöðinni? Já, það er kunstinn, sko. Það er að segja í upphafi þá ertu að gera hlutina og þú gerir þá af einurð og þú gerir þá vel og skýrt. Svo ef að þú fer þessa andlegu leið, kallum það bara það, þú veist, þá kemur splitt í þig, sko. Og þá fer að myndast díalógur á milli persónuna, það er ákveður svona skizofrenia í því. Akkurat. Og hún er nauðsynleg til að öðlast frelsi frá skilyrta görnum og það þarf að geta verið samtal sem að kemur úr einhverjum stærri ranni, dýpri ranni og tímalausum ranni sem að fer að skoða aðgerðir þessa hér á meðan er að gera það. Skilur þú? Ég skilji, upplifir þú svona síðari árin á ferðliðinum, upplifir þá að þú væri svolítið komin á þennan stað því maður man að þú ert komin í svona heimspekilegri pælingar en vanin er með íþróttamenn? Já, síðustu árin þá gátu þessi tveir dansa saman án þess að þessi væri eitthvað að leynast, sko. En það er mjög hættuleg leið að fara og hún getur valdið því að þú ert í tómu rugli í langan tíma, ekki bara sem íþróttamaður heldur líka sem manneskja, skilurðu, sem hún sér forstjóri í einhverstari fyrirtæki og svo ákveður að fara andlega leið, skoða eitthvað ólógík, eitthvað sem meikar ekkert sens, eitthvað sem er ópraktist. Akkurat. Og þá fer að myndast þessi og þú fer að skoða allar aðgerðinnar á meðan þú ert í aðstæðanum. Og þetta er það stórhættulegt, skilur þú á einhverju fundi, eitthvað, og meðan þú ert hérna, þar að díla eitthvað, þá ert að skoða, skilur þú? Ég tengi við þetta, sko, ég man eftir hérna og ég lýsi þessu í bókinni sem ég skrifaði þegar ég var svona að upplefa eitt af mínum erfiðustu kvíðatímabilum. Þá var ég einu svona taka viðtalið Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og ég upplifið að 90-95% orkunni minn á meðan ég tók viðtalið var í að ég var meðvitaður ég var að taka viðtalið og ég var meðvitaður allt sem ég var að segja og þetta er svakalega erfitt ástand, sko. Einmitt. Að því þú tínir algjörlega því að geta verið í stað og stund. Já. Þegar það er einhvern veginn svona þeir eru einhvern svona meðvitund sem er að taka af þér alla athyglingu og síðan, eins og þú segir, síðan kannski á einhverjum punkti fyrir þetta að synka meira saman, sko. Já, ef maður persistar í því, hvað er það? Hvað er íslensk orðið? Já, það er svona að vera þrautsegur eða svona persistant. Já, í þessu, þá sem sagt, eins og ég segi, þetta er svolítið að fyrst vera skilyrstur, svo þora að taka hérna þetta og það er kallað silent witness, því þögla vitni, þú býr til þögla vitni sem að skoðar allt sem þú ert að gera og það er svona skizofrenik tímabil, svolítið,
og en svo ef þú treystir í þá samennast þetta aftur sko og þá áttur á því, þá ertu bara eins og hobbitandi þegar þeir eru búin með æventýrið komnir aftur í Shire og allt breytt, það allt öðruvísi og skilur og skilur munur hlustendurnir skilja, við erum alltaf svolítið djúpir það 100% þú stoppar okkur af við erum konur í ruglið nei, ég tengi við allt sem þú segja sko og og það kannski þetta einhvern veginn að því ég hef líka verið innan alveg þú mikið af fólki sem eru svona andlegri vegferð og ég held að séu svolítið margir sem festast á þessum stað að þú einhvern veginn fer að vera ofmerkilegur fyrir að horfa á fótboltaleik og þú veist það einhvern veginn og þá missur þú gleðina sko. Algjörlega. Og það verður einhvern veginn að ná að koma tilbaka sko. Já, láta þetta synka sko. Algjörlega. Það akkurat, þú veist, en það þarf að fara ferðina. Þú veist, það þó að alkymistinn, þó að fjársjóðurinn sé heima hjá alkymistanum alltaf, þá einhvern veginn þess vegna kennt, hann þarf alltaf að fara. Manstu söguna? Eða skilur, alkymistan? Já, hún óbúslega fallið metafóra fyrir þetta að, þú veist, hann þarf að fara lengst til að heyra einhvern annan segja já, þú veist, ég heyrði eitthvað að það veri fjársjóður þarna en ég trúði ekki og þá fattar hann að fjársjóðurinn í garðinu hjá hann. Akkurat. En til þess að átta sig á því að fjársjóðurinn heima hjá hann sjálfu í því sem hann að upplefa akkurat núna alltaf þá þarf hann að fara þessa leið, sko. Mér finnst þetta vera mjög góðu punktur en þess að ég ofta velti fyrir mig til dæmis eins og með mig að það rosalega auðvelt fyrir mig að svona ég segjum bara í gegn tíðin að segja já, peningar eru nú ekki alveg málið. Mér finnst ég ekki alveg geta sagt það fyrir en ég búin að prófa að vera ríkur. Nákvæmlega, skilur. Með peningar eru bara alveg málið. Og það svona rosalega mikið af fólki sem segir þú veist, það ekki málið í lífinu að vera frægur. Ok, mér finnst alltaf hljóma öðruvís að vera að tala við manneskju sem er búin að prófa að vera fræg. Algjörlega. Skilur, en því þá ertu búin að fara vegferðina áttar að á því hún var ekki alveg málið og kemur aftur tilbaka og þá koma orðin frá stað reynslu en ekki þeóri svo við förum aftur í þú tala móðan sko. Það er alveg hægt að lesa eitthvað og halda eitthvað að finna þú dæmir ekki þingmanni og þau eru ekki verið á þingi það er ekki hægt ég reyndi að gera það stundum já, en þú veist í raun, ég meina fyrst bara þú veist bara, ert ekki að djóka þú fer þarna inn, þú veist vonandi fyrir okkur þú getur auðvitað að byrja að aðeins að krungi þá sem að þér finnst vera einhverjir þú veist what pipes of power are you smoking from sko, eitthvað svoleiðis eitthvað handbendi einhvers einmitt. Þá ég meina, þá bara wake up skilur en hitt fólki sem að fer þarna inn fullt af ork og passion og kannski eðlilega koðnastundu niður þreytt hversu þetta er líklega eitt erfiðasta jobb þú þarfst að vera með fólkinu þú þarfst að rífast í það taka slægi og svo þarfst að hitta það daginn eftir þú getur ekki svona hætti að farið annað eða vá, ég nefn ekki að sjá hann í viku skilur, þú veist, það er ekki boði þetta er galið jobb sko. þannig bara respect ég get ekki mér að sammála er enginn að sjá það eða? Og þetta er að besta sem við eigum, ég meina kannski finnum við betra system eftir eitthvað en þetta er í augnablikinu okkar besta system. Ég hef hort á rosalega mikið að góðu fólki farið stjórnmál og það breytist alveg svakalega mikið sko. Já. Og ég hugsa mig þetta er ekki slæmt fólk sko. Nei. En það er bara þetta og ég meina ég held að Jón Gnarr er einmitt gott dæmum, hann sagði bara eftir að hafa verið 4 ára í þessu bara ég geti þetta bara ekki. Nei, Jón Gnarr hann er alltaf æðislegu gæi sko. Já. Hann bara höndlaði ekki þetta umhverfi sko. Nei. Og ég, að því ég þekki hann og ég veit hvað hann er einhvern veginn svona hjartarheitt þá skil ég bara hann hafa ekki höndlað þetta sko. Þess vegna finnst mann eins og fallegt eins og Kata, þú veist, að geta verið einlæg allan tíman eiginlega sko, staðið með sjálfur sér og það eru aðna þú veist, einhverju sem eru alltaf halda sér sko og það er óbúslega fallegt sko. Ég segi bara eins og eftir þessa fyrstu þætti mína sko, að þá ég fengi rosalega góð viðbröð en það er áhugavert að einu neikvæða viðbröðum sem við fengið hafa verið viðtali við hana og þá hugsa ég bara, vá hún var ekki að gera neitt slæmt í þessu viðtali hjá mér sko. Nei, byrju hvað? Já, bara, fólk bara, þú veist, það að vera stjórnmálamaður, það þýðir bara eins og hún sagði hérna í stólnum, þú veist, það á einhvern nátt fínt að vera með hennan skjöld ég forsætisráðherra þannig að ég sé ekki að taka þetta allt inn á mig sko. Já, einmitt. En það er aðalega þetta sko, þú sensar eiginlega fljótlega, þú veist, hver er þarna af einurð
fyrir sjálfan sig, ennþá með vonir og þrár og óskir um betri heim og þú heyrir það strax, hann talar þannig svo heyrir ég öðrum sem að tala bara eins og ég veit ekki hvað og þú finnur alveg að þeir eru með eitthvað svona það er búið að grilla þá fyrir einhverju og það er ekkert aftur snúið sko. Þú ert með eitthvað fyrir ofan þig, þú ert ekki frjáls það er svona En við erum að feta okkur í átt af því sem okkur langar svolítið að tala sem er menntakerfið sko. Við erum að tala þessar skilyrðingar og við erum að tala einmitt þetta hvernig og þú veist, ég veit að þú hefur sterkar skoðanir á menntakerfinu og það er náttúrulega kannski í grunninn stærsta skilyrðingin. Já. Byrjum á því að í augnablikinu er menntakerfið það besta sem við eigum. Við bara sem mannkyn þú veist, við erum ekki komið lengra. En mér langaði samt að ef að Kitty myndi sína okkur hérna mynd af því að sko hlutir breytast og það er nú eiginlega allt búið að breytast en sko það er svo margt í menntakerfinu sem hefur bara ekkert breyst og ég er alveg sammálaði, við erum ekki búin að koma okkur saman eitthvað betra kerfi en er ekki breytingar þar á menntakerfinu þær eru alveg rosalega litlar meðan við hvað aðrir hlutir hafa breyst mikið sko. Einmitt. Það þýðir samt að það er það besta sem okkur hefur dottið í hug. Annars væri það betra. Já, en er ekki eitthvað skrítið við sko að maður frá hugsa bara svona þegar ég var í grunnskóla og svo hefur barn sem er í grunnskóla í dag það hefur bara rosalega, en á þeim tíma var það sko til internet en það hefur ekkert mikið breyst og ég veit að það er kannski einhverjir kennarar sem er að hlusta hérna sem er ekki alveg sáttir því að það hefur eitthvað breyst en í grunninn Nei, ég er einmitt ekki að segja að við hefum ekki að gera eitthvað ég er bara að segja það að ákvörða núna bara útgangspunkturinn er sá að í augnablikinu er þetta besta kerfi sem okkur sem community hefur dottið í hug og síðan bara spurningin það var margir, það er að segja gallin við eiginlega allt í kringum menntakerfi er að við erum öll orðin fárulega góð í því að taka neikvætt argument á menntakerfið við vitum rosalega mikið hvað er að einmitt og hvað mætti betur fara og dararara Þetta er frábær búndur vegna þess að þetta er alveg svolítið eins og með stjórnmálakerfið og svona að við erum orðin góðið gagnrýnd en við erum ekki alveg búin að svara því hvað kom í staðinn Nei Því ég veit að þú ert búin að vera að vinna mikið að pælingum Já, í raun það sem ég legg til svona jákvætt argument er í raun að það er að segja það hefur engum tekist að fara inn í kerfið og breyta því að einhverju ráði samanber þessi mynd sem þú ert að sýna skilur, það er að segja, það virðist vera þannig ef þú ferð inn í kerfið ef þú samþykkir útgangspunkt kerfisins sem er aðalnámskrá og útgangspunkturinn er sá að við höfum hannað eitthvað fullkomið kerfi eða minnst versta kerfi sem er þannig að ákveðnu tímapunkti á ákveðnum aldri þá séu börnin okkar að læra ákveðin hlut þetta er besta sem við eigum í dag og og það eru miljón blikkandi ljós á þetta þú lest út úr þennan hlut sem að bendur á það sem er minnst versta kerfið það segir svolítið mikið þú veist og við þessa setningu þá ætti að hringja alveg fullt af bjöllum í fólki og það virðist vera það síðustu áratugi að ef einhver fer þarna inn og reynir að hrófla með einhverju þá gerist þú að lítið og það er svona svipað eins og að fara á þing þetta gerist ógeðslega hægt og ég held að og ef við förum þá leið þá munir þetta taka einhverjar áratugi og við munum ekkert sjá mikið þrátt fyrir alla breytingarnar í kringum okkur og hraðan og darrara þannig að ég legg til jákvætt argument er að við gerum það sem er kerfi hollast til að endurskoða sig sjálft vegna þess að þetta snýst ekki mannesku lengur þetta snýst ósýnilega orku sem að tekur fólk yfir það er að segja það fer einhverjum inn og þessi ósýnilega orka hún er einhvern veginn helsti bóðberinn, það er að segja ég legg til að kerfið búi til eitthvað sem er andsnúði kerfinu hvernig gerum við það? Já, við þurfum eitthvað við hliðina á, við þurfum tilraun við þurfum hugrekki við þurfum forvitni við þurfum að geta sleppt
Við þurfum að geta tekið smá áhættu, það að segja, ef að þetta kerfið og menntakerfið og allir sem eru undir álögum aðalnámskrár, allir, og það eru bara allir, það eru bæði börn, það eru kennarar, það eru darara, að við þurfum að búa til tilraun sem hér og hún hefur ekkert að gera með, það að segja, hún undan þá frá aðalnámskrá. Og ertu þá að tala bara að þessi ákveðin hópur tekin og það gerir tilraun með, eða hvað? Já, sem dæmi, ef að 20 foreldrar. Og það verður þá að vera foreldrar sem eru tilbúnir til að taka þátt í þessari tilraun, svo. Já, sem eru nógu sturlaðir til þess að leyfa krökkunum sínum að sleppa við aðalnámskrá og taka það áhættu að ef að þau fá að fara kannski bara gera það sem vilja frá 9 til 2 og það að segja, það eru búið til einhvers konar að kennararnir séu einhvern veginn, þeir eru kannski ekki margir og það er bara svona improv í kring, það að segja við búum til eitthvað sem er á forsendu barnsins barnið kemur inn og barnið segir mér langar að dansa og þá er einhver sem að getur einhvern veginn tekið það og barnið dansar í klukkutíma svo segir barnið mér langar að læra músík mér langar að læra hérna á Photoshop er ekki búið að prófa það eins í Abraham Maslow skólanum í Bandaríkjunum? Jú, það er alveg, það eru fullt af dæmum það eru alls konar skólar ef við kíkjum bara aðeins yfir og málið er það að fyrstu tilraunir, ég meina byltingi étur börnin sín skilur við, fyrstu tilraunirnar sem við gerum munu líklega það verður kannski alls konar eitthvað rugl en þú veist, þá erum við minnstakosti að prófa og þroskast og læra það sem við erum með núna allt inni, allir að gera það sama ertu ekki að fucking djókin þú veist, erum við ekki að grennast þetta er bara halló latti sko nei, þetta er bara út í hött út í hött að allir séu að gera það sama þú veist, og bara það er ekki þú veist, hvað er verst að þessu? Við erum náttúrulega, við hérna, maður læri dönsku í rosa mörg ára og svo fyrir maður til Danmerkur til að tala ensku. Ég ætla ekki að taka neikvæða lengur. Nei. Þetta var eina, það er eina neikvæða sem ég ætla að segja. Ég er að segja, hversu sturlað er það að prófa ekki, þú veist, að prófa ekki eitthvað allt annað. Þú veist, það ger ekki tilraun. Allt fjármagnir sem við höfum, allt, þú veist, ég veit ekki hvað erum við 3000 manns í menn, eitthvað. En hver væri þín tillaga að tilrauninni? Þú veist, þú ert búin að svona nefna hluti. Já, mín tillaga er svo að, til dæmis menntamálráðuneytið, brjóti Odda Ólafssyni sínu, skipa einhverja nefndi eitthvað, setja í einhvern pening, búi til tilraun, setja í það börn, og þau fái bara að gera það sem þau vilja, og við bara horfum á þau, bara hvað langaði að gera? Ég meina, það er skóli, er það ekki? Þú veist, hvað langar að gera? Að treysta börnunum, skynjum barnana, þú veist, innsæi barnana og snúa þessu við og láta, sko, ég er að segja þér að þetta er skemmtilegsta jobb í heimi, sko, að horfa 8 ára barn, fá að gera það sem að vill, 10 ára, jafnvel 12 ára, þú veist, og bara hvert langaði að fara og að kennararnir þá held ég að það sem að gerist er að kennararnir þróist út í það að verða geðveikir improvistar. Þeir verða bara loksins þjónar barnana, ekki fangelsistjórar. Ertu ekki að grínast í mig? Fangelsistjórar? Nei, en sko, það sem er the big flaw er þetta, þessi vestræna hugsunarháttur að þurfa að beisla og stjórna náttúrunni, en ekki horfa á hana. Skilurðu? Við kunnum ekki lengur, við horfum ekki á náttúruna, við höfum alltaf talað við þurfum að survive hana, sem er að vissuleiti rétt, en við það tapast á sama hátt varandi börnin, við teljum okkur þurfa að stjórna þeim. Sko ákveðin hátt er allavega Þannig að endilega, please, kottum með eitthvað svona counter argument, veist, að því ég er örgulega með fullt af blindspottum. Já, en ég er að segja því nei, að því ég held sko að vissuleiti, við erum, þetta er svolítið eins og með stjórnmálin, að við erum ég get alveg sammálaðið það, mér finnst menntakerfið vera bara algjörlega, og ég hef sagt þetta ofinberlega bara algjörlega galið, en ég hef ekki ennþá komist að þinni fullkomnu hugmynd og meðan er ég einhvern veginn svona ok, ég get ekki verið að rauna yfir þetta kerfi og meðan ég er ekki betri tillögu sjálfur. Akkurat. Þú ert hérna að koma með eina pælingu sem er þetta verður meira á forsendum barnana, en síðan er líka annað sem að mér finnst einhvern veginn svo augljóst sem er að þetta kerfi er hannað á ákveðnum eða svona stór hluti af þessu kerfi er hannaður þegar það var þörf á ákveðinu tegunda fólki út á vinnumarkaðin tengslum við sko iðnbyltinguna og eitthvað svona
alltaf. Og síðan þetta verða svo augljóst að við erum einhvern veginn, ef við segðum að það væri svona, svo í sletti skilsettin væri dálítið mörg, að þá menntakerfið rosalega mikið að mæla bara eitt. Já. Og Magnús Geving hefur til dæmis talað að þetta væri svolítið eins og bara ef að það hefði verið rosalega mikil, ef hann væri hérna yfir menntakerfinu og það er bara, já, við þurfum fólk sem getur farið í splitt. Svo einhver sem frábær í starffræði og verkfræði, en menntakerfi gengur út og það bara þarf að pína þennan gæi í splitt. En bara alls ekki hjálp honum að verða betri í starffræði og verkfræði. Þú er ennþá í neikvæðargumentunum. Já, ég skil þig, en ég er að segja þetta einhvern veginn að við erum svo augljóslega ekki að ýta undir hæfileika fólks á ólíkum sviðum. Skilur við hvað er það? Það er svo augljóst að það er svo stór... Þú ert ennþá í hvað við erum ekki að gera. Ég er bara að segja. Já, rétt. Það veit að allir. Ég er að byrja á því. Ekki vann með það. Það er ekki víst að vita allir. Ég er að byrja þar til þess að geta síðan komið með tillögunar. Kottu með núna. Ein tillaga með þess sem þú ert komið með, þetta verður meira forsendu barnsins. Önnur tillaga er að við verðum klárlega að fara að hafa þetta fjölbreyttara. Við verðum klárlega að fara að hafa fleira heldur en bara vera að reyna og ákveðna tegunda framheila starfsemi, þú veist, eins og þetta einhvern veginn að við eigum að muna endalaust á hlutum þegar það komið Google og þetta er út í höft. Sko, Ingvar Hrannar, góðu gaur, hann segir til dæmis, það sem að koma okkur hingað þarf ekki endilega að koma okkur þangað, sem er svona skemmtileg setning og okkur þetta, ástæðan fyrir við þurfum að standardæsa allt er að því að við erum tæknilega ekki nógu klók. Það sem myndi gerast í það að við myndum hvíla aðalnámskrá og einhverju tímapunkti það myndi krefja okkur sem hóp að þurfa að finna tæknilausnir til að manage það. Skilur, þær yrðu til við þetta. Það er að segja, við getum til dæmis bara búið til einhvers konar Uber fyrir skóla. Skilur, þá meina ég, hvað gerist með Uber? Fattar við? Ef einhver þarf leigubíl, þá er leigubílstjóri og það er bara dang, skilur við. Það er að segja, gætu við þá hanna einhvers svona kerfi þar sem að kennara væri einhvern veginn í starthólunum sem leigubílstjórar, hver með sína sérþekkingu, allir elska að kenna það sem þeir elska. Skilur við? Ég elska að segja góðsögur, ég elska að segja ævintýri og spila, ég elska það. Norræn goðafræði, samanburð og goðafræði, ég elska það. Ef einhver hringir í mig og segir, Óli, það er hópur sem að langar, ég bara, skilur við? Ég skal borga ykkur fyrir það líka við. Þess má ég borga bara 5.000 fyrir það. Skilur, eitthvað svona. Þú veist, það er að segja, á öðrum endanum er manneskja sem að brennu fyrir eitthvað, innst inni, og hinum endanum er manneskja sem að elskar að læra eitthvað. Og ef við getum tæknilega fundið eitthvað leið til þess að láta þessar mannesku mætast, þegar þær vilja mætast, búum það til. Málið dautt. Ertu búin að því ég veit að þú ert búin að vera að þróa hluti í kringum svona kennslu og annað. Þú lítur að vera búin að tala við mikið af fólki með þessa hluti á síðustu árum. Upplifur að það sé vakning og upplifur að sé mikið af fólki sem væri til í að... Nei, jú, það er allir tilbúinir, en ég er bara að segja, það er dreki og ná þessu öllu sem með prinsessuna fanga. Prinsessan er bara hamingju okkar á gleði og sköpunargáfa og confidence og allt þetta. Og þessi dreki er friggin aðalnámskrá. Hún er bara barnsins tíma, hún er löngu úrelt, nú er ég komin í neikvæðni. Skilur, við hendum henni ekki á einu bretti, en Guðanabænum búum til eitthvað þarna vel til hliðar. Eitthvað sem er andkerfi. Skilur, einhver andrödd. Ég ætla að segja eitt líka núna. Eitthvað ólógist. Á meðan við erum að tala saman núna, þarf ekki að vera hræddur við að vera komin í neikvæðinni vegna þess að við erum með tungumál og stundum þarf maður að fara þangað til að geta útskýrt hvað maður er að fara. Nei, algjörlega. Algjörlega. Það er bara að festast ekki í því. Ég skil þig, 100%. Mér finnst það áhugavert sem þú ert að segja með álögin og aðalnámskrána vegna þess að ég er að hafa ekki pælt svona mikið í þessu fyrir að þú ert að segja þetta hér, að við séum öll undir álögum aðalnámskrár. Það sem hún gerir, hún rænir okkur í fyrsta lagi, það er tvennt al, hún rænir okkur skynjunin okkar, hún rænir okkur innsæin okkar. Það að vera settur og hólfaður í einhverja tíma, acceptera trú fullorðna fólksins, hún rænir okkur innsæinu. Og við vitum ekki einu sinni að við erum 12 ára, við vitum ekki einu sinni að við höfum verið rænt.
skilur, það að hræðilega við það hversu vont að vera rændur og vita það ekki eins og skilur það að versta það tekið frá þér eitthvað svo þarf þetta að fara hérna 40 eða 50 lesa steinar eitthvað og hann segir, þú tapaðir einhver hérna eitthvað, eða þú veist horfa einhverja Disney myndir og bara I've been staring at the edge of the water long as I can remember never really knowing why, eitthvað svona skilurðu, og þú bara, já það er eitthvað sem að ég týndi, skilurðu og við erum öll þar kallar eða konur og eitthvað svona og, veist, og við getum bara, þú veist og eina sem við þurfum að gera er að leyfa bara, þú veist, kids tread softly for you tread on their dreams og við erum að traðka á draumum barnan okkar á þess að vita vegna þess að það var gert við okkur og við vitum ekki lengur hvað erum að gera, sko. Það er sorglega og þegar ég er að tala núna þá er einhver bara, já, þú veist hvað, hann er ekki að tala auðvitað veit hann ekkert hvað ég er að tala af því hann veit ekki að hann var rændur þú veist það er ekki hægt, eða þú veist bara, þú veist, eitthvað það er það sem er ræðilegt við ræðum að gleymskuna að ef þú gleymir einhverju, skil, þetta er eins og að ég tek glerauðin þín, þú veist, og þú veist, bara eitthvað hérna, þú veist, hvernig ætlar að finna það þetta er svo geggjað, sko já, eða, þú veist nei, þetta er bara svo rétt, sko og hérna, þannig að þetta er að fyrra að þú ert rændur einhver innsæi þú ert rændur töfrasprótanum þínum þú ert rændur sjálfstæðinu, þú ert rændur þessari skynjun barnsins að finnast þú vera heimurinn og yfir í það að heimurinn sé orðin eitthvað sem var bara, þú veist, að berjast við alla daga, sko, og alltaf eitthvað hérna og svo koma alls konar afleiður af því hitt er að þegar þú veist hver þú ert og veist hvað þú vilt gera þá þarf að vera einhver, skilur, ég haf með stelpu daginn, hún er 8 ára byggur til töfraspróta skilur, töfraspróta og töfrasprótin er metafóra fyrir töfraspróta gleðinar hennar ekki láta ræna gleðinni henni láta ekki, skilur, það er verið að drita, þú veist, búið að drita hún algjör svona yndisleg og þú veist, gaurarnir að drita á hann og bara, þú ert tára og fíbla og þáiti og kýla og þú veist, og þetta er bara þessi eilífi bardagi sem á sér stað hverja mínútu í skólastofunum og hún bara þú veist, þetta er bara hérna avakadavra bara skilur og hérna, og hún bara og þú veist, töfrasprótin sem við gerum hérna upp í skrautólum og svona, sem er lokin á svona námskeið sem ég er með í Seljaskóla og annars staðar, er bara, þú veist, láta ekki ræna gleðinni þinni, sko. Og við erum að, það, þú veist, nú er ég komin í svolítið annað, ég ætla að klára þetta, af því að, þú veist, það sem að við gerum í okkar menntakerfi er að við, ef að ég er 8 ára, einhver, og þú ert 8 ára, og þú drullar yfir mig og segir, Óli, þú ert Tommi, skilur, og ég bara, þú veist, eitthvað, og ég er ekki með nógu mikla töfra og ég er ekki það góður í Hogwarts, skilur, að töfrarnir þínir, þeir fara inn fyrir mig, skilur, og hvað gerum við? Þú veist, ég fyrir hérna, þú veist, og ég fyrir til kennarans og ég segi, Sölver, fá þetta, skilur og kennarinn kemur, já, Sölver minn nú skulum við aðeins að róa okkur og eitthvað svona, skilur þannig að í staðin fyrir að ég sé vald eldur og sagt um mig, Óli, hver er þú að láta Sölva ræna gleðinni þinni? Þetta er ekki djókið mér bara þú lætur ekkit Sölva ræna gleðinni þinni með einhverju bara þú ert hommi hvers, þú veist, hérna, heyrðu veist hvað, ertu búin að henda töfrasprótunum bara til hans, skilur ég skilur það er að segja, þú veist, þetta bleimið, það byrjaði bara 8, 9 ára, 10 ára og þessi fórnarlandshugsun, skilur að bara, hérna, og ég hendi töfrasprótunum til þess sem að síst á að fá hann, sko og þannig ölum við krakkan okkur upp, þetta er eins og ég væri á fótboltaæfingu, ég væri coach, þú væri að gefa hérna fasta sendingu á einhvern gaur og hann ætti ekki breykja hana því hann er lélur í að taka við boltum og ég segi bara, Sölvi, gefðu nú aðeins lausar á hann hérna, Jóa, ekki gefa svona fast á hann, skilur gefðu bara laust á hann, bara í 10 ár, heldur að hann er þið góðu fótboltamaður nei, halló bara, þú veist, gaur bara þrusað á hann, bara aftur og aftur passlega út fyrir komfortzónu eitthvað, hann mæti áfram á æfingar og eitthvað svona en þú veist, snúum dýnamíkinni við þannig að, já, nú er ég bara er hérna við erum að tala um menntakerfið, er þetta erfiðara þetta er svolítið viðkvæmt umræðum, er þetta erfiðara fyrir stráka en stelpur? Bæði jafnt já, ég get alveg tekið langa ræðið munin á þessum, það er náttúrulega
Af hverju finnst manni eins og í augnablikinu séu strákar aðeins að fara verð út úr því? Er það Nei, það er bara bæði að fara, þetta er bara, það er einhver hérna, nei, þú veist, brandarann í þessu er sirkusinn að það séu kallar og konur, strákar og stelpur. Það er djókið, sko. Hvernig og þá? sér enginn djókið í þessu. Hvernig þá? Nei, bara, þú veist, kallar munu aldrei skilja konur og konur munu aldrei skilja kalla og þeim er ætlað og þau eru einhvern veginn dæmt til þess að bara að vera í eilífu vesinni, sko. Þú veist, bara frá í 6 ára bekk, sko, eða fyrir, eða þú veist, í 4 ára eða eitthvað, þau eru svo ólík. Besta leiðin, besta svona fallegasta en leið sorglegasta er þegar ég var í Perú og það var stelpa sem var eitthvað 5 ára og hún var búin að setja upp testelli sitt, geðvitt flott, búin að raða þessu öllu og svona og var að búa til og var með dúkkur, eða ekki dúk, bara einhverja hluti og hún er bara eitthvað hér, búin að búa til sinn heim, kemur bara 5 ára bróðurinn er eitthvað með jeppan sinn og bara straujar yfir þetta, skilur og hún bara hér og þá kemur bara ok, hvað ætlar að gera þessu, skilur og hvað gerum við alltaf þú veist, tökum strákinn og bara, heyrðu, hvað er þetta að gera hérna, víst, skilur og hún læri það bara strax að þú veist, hún fær aldrei að æfa sig í því að bara svona anda sig gegnum þetta, bara sjá fyndnin í þessu, veist, gera eitthvað úr þessu það er að segja, þarna er töfrasbrotin stundum rifin bara strax, skilur Hvernig er þetta tengir við þetta? Sorry, já Það getur að segja sorry. Nei, eða þú veist. En þú segir þú ert búin að fara með þetta í skólana, eins og í Seljaskóla og tala um það, var að fara með námskeið, segir þú? Já, ég kenni þeim einu sinni í viku. Ok, og ég gef mér að þú sért að fara dálítið vel út fyrir boxir sem er verið að vinna með í skólanum. Hvernig er þessu tekið? Já, bara vel, þú veist, margir skólastjóri. Ég reyna með að börni sé að taka þið mjög vel, en hvernig eru svona kennararnir og þeir sem stýra skólanum að taka sig? Það er engu að taka, það er að segja ég er ekkert að trubla þeirra dag, sko. Nei, ég meina bara Nei, þeir eru ekkert að kíkja inn eða neitt. Nei, en mann er líður stundum eins og það sé ótti við að það sé verið að gera eitthvað öðruvísi. Það er það sem við erum að tala um. Já, en það er bara eitthvað. Þeir gera bara sitt og ég gera mitt. Og eitthvað. Já. En þar er ég sem sagt að þar nota ég nota sögur til þess að búa til þetta með að láta ekki ræna því það eru svo marga góðsögur sem að fjalla að einhverju rændur einhverju. Erum við að vanmeta börn? Erum við að vanmeta börn? Já, við erum eða þú veist það er að segja, djókið í þessu er að til þess að sjá heiminn eins og þú ættir að sjá hann stórkostlegt leikrit og ekki leikrit heldur bara stórkostlegt game og það er að segja þá þurfum við að snúa þessu við og horfa á þau og fara að læra þeim. Já, það er að segja minnstakosti, þú veist, að hluta síðan kemur, fyrir ekki það sem allt þetta sem ég er búin að segja síðasta kortir 20, það snýr að því að finna perluna, að finna þú veist, alkymistinn og allt það. Síðan er það að þegar þú veist hver þú ert og lætur engan fokkið þér, lætur engan ræna töfrasbrotunum þínum, ekki í neitt, ekki konuna þína, ekki mömmu þína, ekki forsætisráðara, ekki neitt, það rænir, þú leifir engum að ræna gleðinni þinni, skilur, eða minnskosti, ef þú ert orðin leiður, veist, taktu það ábyrgð á því minnskosti og spurðu þið, ákvörðu, hvað vantaði mig til þess ákvörðu var ég svona triggeraður, ákvörðu er ég svona núna, veist, allt þetta og taka ábyrgð, ég kalla tilfinningar sjálfsábyrgð, útgeislun sjálfsábyrgð, veist, taktu ábyrgð á útgeislunni þinni. Þannig að það er eitt, en þegar þú veist það og þar komum við hinu hlutanum, reyna að hafa þetta eitthvað og hann er sá að þegar og ég ætlaði að taka dæmi með stelpuna sem er með töfrasbrotna sinn og hún er komið með hann hún er bara hér og þá segir hún vá, hún er með gimstina einhverja hérna í og hún er búin að setja svona koparvír hérna upp og búin að leira hér og eitthvað svona veist, og þú horfir á hana og hún hlustar og heyrir eiginlega ekkert í henni þegar hún er lítil og hún byrjar að segja bara vá, mér langar að koma í vélmenni
sem að klifrar upp og svo langar með að, þú veist, eitthvað svona skilur þú veist, þetta er svo lágt þetta er svo mikill silfuþráður sem að við heyrum aldrei í þarna þurfum við að vera komni með kerfi, eitthvað sem einhver sem að hlustar og segir, býtu hvað vantar þið til að búa til vélmennið skilur, hvað vantar þið þarna veist, hún vill töfra, hún er töframanneska og hún vill segja, veist, ég er þarna og mér langar að það liftist upp, já, mér langar að þetta geti flogið og svo vil ég að komi tröllkall hérna og ég vil að hann haldi á gimstein og þegar gimsteinin, þú veist, eitthvað svona þú veist, þar kemur til kasta tækninar, skilur þar þurfum við bara að segja, getum við búið þetta til ok, ef við byrja í tæknilego eða, þú veist, hvað þurfum við þá þurfum við einhvern sem er passionate þannig í Uber leigubílstjórinn sem að við, þú veist, og hún hendir einhverju í appi eða eitthvað og segir bara, mér vantar robotmestara þá bara einhver robotmestari bara upp í hérna, bara hvar í einhverju lind í Kópavogínum, bara býr þar og hann er bara býð eftir að nógu margi vilja áttur að læra á robot og hann bara ok, það eru konum 10 hérna sem að langar best ég hérna sitt í gang þá koma bara hérna 10 bara hérna robot mér langar hérna robot þú veist, og þá bara gera það ég meina halló þú veist, og þau þurfa að tjá sig og ef þau eru ekki með nógu góð íslensku til að tjá sig varðandi robotana ég meina þá fara þau bara já, ég vil hérna læra að tala betur tungumál til að eitthvað robot þú veist, þetta gerist allt Hvað, í stóru myndinni erum við að í þessu samtali, þá erum við að tala þessi kerfi að því við vorum að tala alþingismöðuna, við vorum að tala menntakerfi svo erum við að tala fjármálakerfi líka við erum alltaf vandræðið með þessi kerfi þetta er þannig að kerfin eiga að vera til fyrir okkur menntakerfið á að vera fyrir börnin en síðan endar þetta einhvern veginn alltaf á að bara börnin eru farin að þjóna kerfinu sko. Hvað er þetta að gera til þess að fyrsta lagi er alltaf bara þessi kerfi eru það besta sem að okkur hefur dottið í hug eða við getum líka sagt ef við tökum þetta alla leið í skringilegheitin að allt sem að þú upplifir Sölvi er það fullkomnasta sem að þér dettur í hug á þinni tíðni skilur og þér hefur ekki dottið betri hugmyndir í hug alveg eins og ef að skilur þannig að kannski gerur bara eins og Gauguin og fer til Haiti eða eitthvað og þá ertu komin í eitthvað allt annað kerfi og þá er það sem að þér hefur dottið í hug ég bara segja að þú veist en við ákveðum að vera hér veist, og við skoðum og við samþykjum alþingi sem kerfi, samþykjum forsetun okkar en hvernig er að vera sko þetta er alltaf þú sem ákveður að draga kerfin til þín já, einmitt og ég upplifði þetta eins og með stjórnmálin sko, þá upplifði ég einhvern veginn á einhverjum punkti eins og það sé að verða til sko, stjórnmálamennir eru á einhverjum punkti svolítið farin bara að vera að tala við sjálfa sig því fólkið er bara að fara að tala um eitthvað annað og fólkið er jafnvel bara að byrja að búa til eitthvað nýtt lýðræði sjálft sko. Þetta gerir stundum svolítið þannig en hérna nú er athyglisbresturinn dottinn í mig maður Nei, ekki athyglisbrestur, athyglisnild bara því þú ert með svo margt í hausnum já, ég veit, athyglisnild, þetta er góð orð já, þú veist, allar að taka, sko bóndinn hérna á Íslandi fyrir 30 árum hann var með athyglisbrest hann var bara og svo kom bara Lóan og byrjaði að syngja líka og hann trumplaðist við það, skilurðu það eru 2 fuglar hérna, skilurðu þú veist, það var athyglisbrestur ok, athyglisnildin var ekki ekki já, þú veist, við erum bara aðlaga við erum bara aðlaga okkur að því að við erum alltaf með snjallsíma á þetta og hérna og darara og þurfa að leysa þetta og svo hringir einhver og svo búið til mat gera bla bla, skilur við það sem ég ætla að segja er sko, í svona vegferðin svo þú ert í núna, þegar þú tala með þetta með mentakjörðu ég veit þú ert búin að á hvaða punkti þarf maður stundum að gera sér notendavænan, þar að segja, þú veist, ég hef stundum upplifið þetta með mig að ég er svona, þú veist mér langar að fara alla leið í eitthvað, en ég upplifa svona, ég er að tala við hóp sem skilur það enga veginn, þannig að ég þarf að dempa mig svona 60% til þess að vera notendavæn algjörlega, og þess vegna er að tala um aðalnámskrána og menntakerfi og svona, svo er þú með pælingar upplifir stundum að þú þurfur að dempa þínar pælingar aðeins bara til þess að geta náða að sníka þeim aðeins inn, sko
Eða það kannski hlutverk einhvers annars? Já, að taka þínar pælingar og dempa þér? Já, alltaf ekki. Eða bara, það er oft sagt, sko, það er oft talað það er oft sagt að, sko, snillingar og þeir sem hafa uppbyggt snjalla hluti, að þeir eru furðufuglar þar til að kemur the first follower, sko. Sem þá einhver svona mainstream gæi sem að verifæjar hugmyndina og gerir hann allt í einu svona þannig að massinu til að kaupa hana, sko. Já, einmitt. En það er það sem er svo gaman við það að vera með alls konar skringilegheit er að það sem er svo spennandi við það að þú getur alveg farið í gröfina og bara þetta var fáiði, þessi var fáiði. Ég grínast hvernig hann klúðraði lífinu, bara aumingi, skilurðu. Og það er bara áhættan sem að felst í því að vera að skoða hluti, sko, og svo þú segir, svo kannski pikkar eitthvað upp og verður eitthvað úr því og þá snýst eitthvað að þessi Hefur þið tekið moment, að því á köflum stundum hefur fólk hugsað að hann er skrýningkallinn, sko, hefur þið tekið moment þar sem þú fengið ótta út af því? Nei, ég veit ekki hvað eiginlega ég, hvað ég óttasta, eiginlega minn helsti ótti er að ég veit það ekki að vera að missa frelsið, það er að segja frelsið mitt til þess að hugsa sjálfstætt. Ég get alveg lent í því að eitthvað myndi gerast og ég er dópaður upp og einhver lyftækjum yfir og eitthvað svona þá væri ég ekki lengur að spila leikinn, en það væri alltaf hluta af leiknum myndi gera mjög áhugavert. En varstu búin að hlusta á viðtalið sem ég tók Óla Darra? Nei. Við vorum að tala um lyfið mitt og hann hefur þurft að nota lyfi kvíða og það er svona umræða sem er oft hún verður viðkvæm út af því að, og ég man í myndinni Óli Prík, að þar kemur moment þar sem við kannski spilum sem á brotu myndinni, þar sem þú talar um með þetta það sé stungið upp og það taki lyf þar maður finnur strax að þú talar mjög mótfallin því. Já. Er sjálfgefið að þau þurfa að vera slæm? Nei, alls ekki. Við náttúrulega tökum lyf, við náttúrulega drekkum eins og vitleysingar, áfengi. Já, kíkjum á maður langar að kíkja á smá bútur þessu, mér finnst það líka, mér finnst þetta skemmtileg mynd og þetta er svona 2 mynda trailer. Erum við ekki með ljóð á þessu það? Netting í leileg. Eigum við ekki tala með hann, eða? Jú, við höfum þetta allt bara einhvern veginn, sko. Sjáum, þetta er gang. En því með lífin, að því mitt er svo segir, sko, má einhverju liti segja að þú veist, ákveðið tegunda mataræði sé líf, ákveðið áfengi og allt þetta og mér, þannig að kíkjum á það. Þú farið út og reynt að taka inn allan heiminn, en í raun og veru getur þú fundið allan heiminn inn í einni mauraþúfu. Stundum þarf að fara í einhverju vitleysu til að fatta. Nú er ég búin að vera 17 ár, einhvers svoleiðis, hlakka bara ruddalega til að komast heim. Ísland vinnur í kvennuleik þessa mann og áhorfendur rísa á fætur og klappa fyrir hetjunni. Þetta er maður síðustu 20 ára í íslenskum handknattleik, Ólafur Indriði Stefánsson. Ég syns að fara að þjálfa Val. Ég er svona að renna álíka blind í sjóinni eins og þið örugglega. Ég hef spilað og allt það en ég hef aldrei þjálfað. Þannig að allur er þetta. Er það ekki eitthvað knirtiflokkur annað? Já, meistaraflokkur. Nú, meistaraflokkur? Já. Hvernig er þetta að möndla það? Við erum bara hérna ein grúppa og við erum bara að fara á skemmtilegtjörn. Feedbackið sem ég fæ hérna á Íslandi er heldur rosalega bjögum mynd. Þetta er mánudagurinn þar sem við prófum nýja appið. Það heitir Kiwi, en þetta er svolítið svona lykillinn á okkur. Það getur maður gat undir og blöytur. Já, góð spurning. Og blöytur, já, góð spurning. I am lost as a coach. You must bring your idea. You coach. Það er bara að fara fokkin inn, ná sér í víkil og fá þá fokkin víti eða eitthvað. Úr hverju eru þið? Og svona tilfinningarleysi og doði. Hvað sagði Kristín við dag? Nú stakk upp að ég fari að tjekka eitthvað á lyfjum og einhverju kjaftaði, sko. Það horfir á þessu út að þetta, það er eitthvað hópur. Við erum bara með lélega þjálfara. Það er bara til einn ólistið, skil. Það er enginn að spila eins og þú spila. Við getum ekki búið þetta, sko. Þetta var jarðarför. Þetta var hitt jarðarför. Jú, jarðarför handboltamaður. Ég held að þetta myndi passa ef þú verður að deyja í alvöru. Nei, bara handboltamaður. Ég er að segja það. Óli Prík er að fæðast.
Voru þið ekki að fræðast ágjörðan hana? Ertu orðin Óli Brygg? Já, hver það? Ég segð þú mér. Já. Þú segir hann að hann sé að fæðast. Já, það fyrir eftir hvaða tengingar í kringum það hugtak. En hérna segir hann svo öldum aðeins með lyfin að hérna, þú veist, að því ég upplifu stundum einmitt svona hjá fólki sem þú veist, í sem andlega gerir á jóga og svona, að það verður rosalega neikvætt út í eitthvað sem heitir kvíðalyf eða þunglyndislyf eitthvað svo leis. En síðan eru þau nefnilega, og þú veist að tala um mann sem hefur tekið svona lyf, þau eru í levelum, að þú veist, það er alveg hægt að vera að taka eitthvað lyf þar sem þú ert bara algjörlega út úr heiminum og slefandi, en síðan er líka bara rosalega mikið af fólki sem segir þessi tegundar lyfjum hefur bara hreinlega bjargað lífi mínu, sko. Verður við ekki fara að varlega í þessu umræða að einhvern veginn svona að alhæfa of mikið? Algjörlega. Bara, þú veist, eins og segi, með lyf og menntakerfi, þetta er að besta sem við eigum akkurat núna og jú, bara, sum lyf þurfa stundu þartu paracetamól, stundu þartu ibuprofen og bomba, stundu þartu sterkt þunglyndilist til þess að þú lappir ekki fram á bjarginu, sko. En talandi um tengingar núna langar maður að koma að því sem við vorum að tala um í byrjun, sem er með sveppina. Já. Af því að, sko, við getum alveg, auðvitað er þetta rosalega viðkvæm umræða og hérna, sérstaklega í Íslandi. En við erum bara með internet og internetinu það er bara þannig að í Bandaríkjunum þá er psilocybin virkaefni í sveppum, það er bara á leiðinni, það er bara styttast í að það verði notað sem lyf við áfallastreitu, þunglynd og kvíða. Þannig að gæti til dæmis verið að þar mætist þessir heimar svolítið. Já. Að nú er bara komið ljós og þetta er ekki einhverja mínar pælingar, þetta er bara eitthvað sem maður er hægt að lesa, hérna, það er komið ljós að þetta virka efni sem er að finna í sveppum er að gefa frábæra raun til dæmis áfallastreitu og hermönum, slæmum kvíða og fleiri hlutum. Þá er náttúrulega ekki lengur hægt að ignora það að það sé bara eitthvað svona þvæla og einhver eitulyf og eitthvað svo leið. Nei, akkurat. Bara eins og með John Hopkins, þú veist, bara kíkja á það, þú ert eitthvað að pæla í þessu, kíkja, þú veist, fólk, ég segi bara, þú veist, þeir eru með rosa sterkt stöddi og svo skóli í Bretlandi og þetta er allt og þetta er bara komið rosalega langt þar og maður segir líka oft ef að Bandaríkin fær, hvernig er það, ef Bandaríkin hnerrar þá fær Evrópa kvef, sko þú veist og veist, ef við förum á vesturströndina og þú veist, og allir þessi saga og kafoni, hvernig allir stíð verður til hvernig fyrsti sveppafundurinn verður bankamaður og svo kemur Times-grein það og hérna alls konar, þetta er svona mjög merkileg saga og hvernig síðan Nixon administration og allt það, hvernig þeir búa til hérna propaganda á móti auðvitað gegnum stríðið og darara og svo kemur svona núna og svo hefur þessi önnubylgja hefur verið að koma bara frá millennium mótum. Það er til dæmis maður sem ég veit ekki hvort þú þekkir hann, Héðinn Unnsteinsson, þekkir hann? Já, við erum inn í forsætisráðuneyti og hann hefur verið að glíma við mjög erfiða hluti þegar kemur að hérna kvíða og þunglindi og hann hefur dálítið verið að benda á einmitt bara þessa umræðu og hvert hann er komin í Bandaríkjunum, bara það er hérna bara virtir vísindamenn og læknar og alls konar að tala þetta, sko, þannig að það er ekki lengur hægt að henda þessu bara sem einhverju þvælu, sko. Nei, og ég held sér bara mjög tímabært að bæði þú og ég opnum okkur bara á það að, þú veist, bæði hef ég prófað það og nema það að ég hef alltaf prófað það í öruggu settingi skilur það sem að þú ert í öruggu rými, þú ert með ákveðin ásetning, þú ert búin að taka líkamæn og hreinsan svolítið dagana fyrir, ef ekki vikurna fyrir það er að segja að þú hendur svolítið út kjöti, þú veist, ekkert áfengi ekki neitt og þú ert svona vel hreinsaður og tær og svo mætir með ásetning, ert í öruggu umhverfi og svo prófar það áfram með þetta, sko og það er það setting sem að eins og Michael Pollan talar og fleiri sem að segir alla söguna, það er að segja innra settingið þitt og ytra settingið, skilur og svo eru sumir sem að, og það eru miklu fleiri en fólk heldur, sem að og fer út í náttúruna og situr með þessum miklu kennurum og prófa sig aðeins áfram og upplifir náttúruna á miklu dýpur og fallegri hátt. Er ekki varðandi alla svona umræðu og það sem blandast oft inn í hana er þegar það verið með að gera þetta í djamtilgangi ofan í áfengi og eitthvað svoleiðis og síðan einmitt þegar að börn og unglingar er að gera þetta. Já, einmitt.
Er það ekki svolítið svona með þetta og ég mann þegar ég var út í Kaliforníu fyrir 3 árum þá erum við til dæmis svo CBD-olían sem er núna bara nánast komin upp í lyfju sko að þá var hún alltaf í eitthvað svaka hættulegt hér en þetta var bara selt hvar sem er þar sko að því það er svolítið svona þetta bara verður fullorðið fólk verður að fá að gera það sem það vil gera sko algjörlega. En síðan erum við með svolítið aðra umræðið mitt að það verða að blanda þessum efnum ofan í áfengi eða eitthvað svolítið þá er þetta bara komið með allt annan hlut Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að fara að skoða og samtalið og sálfræðingar, margir sálfræðingar sem eru auðvitað farnir að horfa til eins og John Hopkins og inn í söguna og sjá bara að það eru allar rannsóknir að styðja þetta og að minnstakosti byrja að skoða það og þeir kannski eru ekki komnir á þann stað að geta opinbera sig með það en það þarf að fara að koma og ég held og það virðist vera þannig að sálfræðingur sem kannski finnur að það er blokkering í sínum klíent og hann kemst aldrei eitthvað sálfræðingar eru farnir átt sig á því að ef þú prófar sveppin í einhvern veginn dansi við kannski dáleiðslu meðferðir eða eitthvað, þá er hann að styðja við þetta og líka það fallega við það að fólk sem er að nota þetta, það veit það líka að það er ákveðin ábyrgð sem fylgir því það er að segja að það má ekki vera þannig að sá sem að nota svepp sé með allt niður sig eftir 2 ár sem afleiðinga því sá sem að allar að prófa sveppin hann mun líklega upplifa frelsistilfinningu en eini fjöturinn er þó sá er að það er þín ábyrgð ef þú vilt að meira fólk kynnist sveppinum eða ayahuasca eða hverju sem er þá er það þín ábyrgð að sýna það í ytra lífi að hann sé að gera eitthvað fyrir þig, að það sé einhver birtingamynd á því. Skilurðu, ég kem ekki til þín og segi, heyrðu, ég fór til Perú, nei, ég fór til Katmandú og þú segir, já, ertu með einhverja sönnun? Segir, já, ég teiknaði hennar mynd af stað, teiknaði hennar mynd. Þú bara, Óli, getur ekkert það er ekki sönnun fyrir því að ég hafi farið þangað sko þú veist, ég þarf að vera með eitthvað ég þarf að birta einhvern veginn fyrir þér skilurðu, þú vilt sjá í mér ef ég segi, já ég hef verið að nota þetta eða þetta þá eiginlega það sem að justifyar það er hvað, skilurðu, er ég glaðari er ég umhyggjusamari er ég peppari er ég meiri í náttúrunni, er ég í betra formi, er ég að skapa fallegri hluti, er ég að hafa góða áhrif á einhverja sellur, fyrirtæki eða pólitík. Sem er áhugavert á þess að maður ætla að fara eitthvað langt í þá umræðu eins og með áfengi, að þá er fólk sem er undir miklum áhrifum áfengis er yfirleitt auglýsing á því að áfengi er ekkert sérstaklega gott. Já. Til dæmis, sko. Áfengi er bara barnsins tíma og vonandi losnum við einhvern tíma við það. En að því menn allir, þú veist, Kári Stefánsson er búin að sitja hérna og hann hefur sjálfur sagt sko að áfengi sé versta eiturlyfið sko til dæmis og við erum með þetta brútum allt Já, af því að það er í raun besta eiturlyfið sem að við eigum skilur, af því að ef það væri bara tvist á það með Kára, skilur, allt sem þú notar er af því að þín lógík segir að það sé það besta á því augnabliki sem þýðir að það er það besta fyrir þig á því augnabliki svo getur hver og eitt rætt hvort að það sé versta fyrir almannahag eða bla 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 og eitthvað svona það er að segja, við gefum þó áfenginu það kredit að það er ennþá til í okkar vitund, skilur, við erum ennþá að ræða áfengi á hverju, af því það er nógu klárt til þess að vera alltaf í kringum okkur, sko. Við erum bara ekki búin að finna betri leið, sama með menntakerfið, sama með alþingi, þetta er bara kerfi og hugmyndir sem við ennþá trúum á. Ég ætla að nota núna orðið sem þú notaði á þann athyglisnildin, athyglisnild, þetta er þessi trailer sem við vorum að horfa hérna á, hvað klikkaðu, akkur gæst ekki verið, þú ert handboltamaður á sko hæsta leveli, hvað klikkaðu það í þjálfuninni? Bara, það var ekki nógu mikil ástríða eða þú veist ég átti maður heyrði svolítið vel í þar enn í klefanum já, þetta var skemmtilegt ár og gefandi ár og fallegt og kendi með margt síðan var ég með þessa hugmynd Kiwi og er með sem er svolítið svona sturluð hugmynd það að leysa app sem átti svolítið að leysa upp hugsunarháttin okkar brjóta
brjóta þetta allt sem að fullorðna fólki að dæli krakka og svona og gera leik úr því og það er svona það er í smá helli núna en þú veist það kannski kemur aftur í þetta ekki og það var eiginlega bara það mikil ástríða fyrir því að það overrætaði þjálfarann sem er líka alveg skemmtilegt. En samt, eins og við töluðum hérna og þú og Kitti voru að tala hérna áðan þegar þú komst inn að þú ert með mjög háa handbolta greind, eins og við töluðum með bara leikkerfin og okkur skilningur og leikkerfum bara þegar þú ert unglingur og annað, þannig að ekki hefur það vandað inn í þjálfurina. Nei. Nóg að því. Já. En ég veit það ekki, bara hvernig hérna við langaði að bera eitt undir þið með því ég skrifaði bók um Björgvin Pál og hann talar rosalega fallega þig er ennþá bræðralag svona á milli ykkar ákveðina leikmanna sem voru þarna í mörg ár saman? Já, náttúrulega þráður sem að slitnar aldrei sko veist, og það að vera í klefa og þessu háa víbrans með leikmönnum er bara eitthvað sem er ósýnilegu þráður sko, þó þú hittir það ekkert mikið en þú veist, það að fara einhver svona leið með svona mörgum er náttúrulega bara eitthvað, eins og ég segi ósýnilegur fallegur þráður sko. Þannig að þetta hlýtur að vera þegar þið fóruð á Ólympíuleikunum og tókuð silfrið og svona, það er fallegt að eiga þessa minningu. Já og gaf manni margt sko, margt til að læra af og alls konar. Þið ætluðu að taka næstu Ólympíuleika þar áttur og Björgum var með þessa teóríu að því að það hafi vantað smá dassa kæruleysi í ykkur. Hvenær í sem sagt þeir ætluðu að vinna Ólympíuleikana á eftir þegar þið voruð í raun og veru með í raun og veru ennþá betra lið og þá hafi vantað smá kæruleysi inn í jöfnuna til þess einmitt, þú tölum aftur um þetta til þess að auka flæðið sko. Það hefur svona tekið sig jafnvel ofalvarlega sko. Já, í raun einhvern veginn, það var mjög fallegt úr með öll tækin og tólin geðu ykkur formi, Aron kominn inn sem náttúrulega bara átti geðu eitt mót og betra á vinnu frakkan loksins og allt það og og samt einhvern veginn og það er nú líka fegurinn í þegar þú hafir ekki stjórn á öllum hlutum og í þessum tiltekna leik þá gerðist það að við byrjum illa og þá gerist það sem það má aldrei að gerast og hefði ekki átt að gerast fyrir okkur að við förum allir í svona lógík sko að segja og sem er þá orðin ólógík það er að segja þú tekur ekki afslöppuðu hlutina og ferð að vera overanalysa ferð að vera oversecure skilurðu og var stemningin þá öðruvísi þegar að þið vinnið silfrið? Já, þá til dæmis eins og Spánverjaleikurinn þá byrju ógeðslega vel og það er eitthvað sem ræður því og þá er allir svolítið í flæði og svo ánáttúrulega logi þessi sturluðu þarna seinni hálfleik líka sko sem er, ég veit ekki hvaðan kemur það moment sko þannig að það sýnir svolítið á fallegan hátt hvernig í raun þegar þú áttir kannski ekki endilega að vinna þá vinnuru og þegar þú áttir að vinna þá vinnur ekki og það er náttúrulega það sem er bara beauty við sportið og þetta er svolítið í lífinu sko og það er okkur þessi og það er kannski ástæðan fyrir því að andleg vegferð getur, svo ég komið með eitthvað praktist í þessu viðtali að það virðist oft skringilega vera þannig og við þekkjum þetta öll, leikara þekkir þetta, þú þekkir þetta, þekkir allir að það að sleppa ákveðnu mómenti, að gefast upp, verða kærulaus sé besta leiðin til þess að eitthvað gerist þegar langi að gerast sko. Og það er þversök sem að er það ekki leiðum að setur of mikla væntingi hlutina þá er maður að búa til eitthvað svona einhverja svona hvað er þetta að kalla þetta, svona resistance já. Það er líka mjög fallegt eins og fólk sem að fer til dæmis í athafnir eða er að fara í kakó eða ætlar að upplifa eitthvað og er rosa með væntingar sko, þá snýst þetta alltaf í höndunum á okkur sko. Ekki alltaf en oft mín fallegustu móment í lífinu hafa rosalega oft verið þegar að ég átti ekki vonu neinu já. Kom bara alveg aftan á mér sko. Þannig að það er að koma mikla og svo kemur ég með væntingum ég ætla að endurtaka þetta og þá kemur það ekki sko. Þetta er svolítið svoleiðis þetta er allt svoleiðis já, svolítið svoleiðis mjög fallegt sko. Hvernig er því þekkja þess, ég var með Stefáníu systurðin í bekk alveg í gegnum allan grunnskólan og hún alltaf var í tennisinum ekkert
var rosa öflugur í fótboltanum svo landinni meðslum, Jón Arnór náttúrulega náði allavega inn í NBA, þú handboltanum, þetta er rosalega íþróttageni í þessari familju. Já. Pappiðin ávægsin líka. Já. Já, þetta er rosalega gen. Já, og líka kannski eðli pappa og líka Ingu sem er stjúp, maður segir ekki stjúp en svona hinn mamman mín sko og bara þeirra svona, það líka þú veist bæðir þetta gen og eitthvað, en líka bara svona þeirra látleysi og eins og mig, þú veist mamma alltaf og fóstupappi líka, þú veist frekar slök og þannig ég er svona með þá leiði gegnum þetta að fá bara algjört frelsi og meðan að sumi foreldrar eru þetta vilja vera inn í öllu. Hefði Jón Arnór bróðin orðið mjög góður í handbolt ef hann hefði valið handboltan? Já, örugglega. Hann er náttúrulega bara athlet hvað svo sem hann hefði valið, sko. Rosalega íþróttamæður. Já. Ertu búin að kíkja á Last Dance? Já. Þú ert búin að spyrja hann í... Ég spyr alla þessu. Já, gott. Algjörlega. Bara æði. Þetta er eitthvað svona, ég veit ekki, það er eitthvað við... Ég tók ekki loga á þetta, sko. Logi eftir að hlæja, ekki hlæja eða eitthvað, en þú veist, ég horfði stundum á, sko, seinni þáttinn á laugardeginum, sko. Já. Ég gæti svona delaya gratification aðeins, sko. Tók fyrri þáttinn þriðjudegi og þá settistu öll í sófan, bara family, þetta var bara family time, sko. Logi getur náttúrulega ekkert verið með neitt delayed gratification. Nei, hann bara bam, 8 þættir. Hann fyrir beint í snikka sig þegar hann langar í það, sko. En hvernig fannst þér þetta heitir? Bara skemmtileg, sko. Það gefur mann innsýn inn í alls konar hluti. Já, fallegt líka hvernig allir hafa taklað og hvernig Kári talaði þetta líka og fallegt og þessi líka, þú veist, einmitt, er þetta þess verið, og líka það sem mér fannst eða fallegasta mómentið fannst mér þegar ég held að það var svona 8. þáttur og þá var hann að spurja hann og segja stjórnan, þú veist, menn er að tala um að þú hafi verið svolítið vondur við menn og darara og eitthvað svona veist, þá var eitthvað svona raddir það og þá einhvern veginn, hann táraðist aðeins og svona, hann stoppaði aðeins og þá var svona eins og hann væri einn, það væri þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir 6 titla, þá væri samt hinir ekki að fatta af hverju hann var svona vondur af hverju hann var svona geðveikur og allt þetta og það var svona eins og þú veist, hann var ekki að fá justificationið veist, fyrir það, þú veist, hann viss alveg að hann var að fórna akkurat, þú veist, gúttigæjanum og vininum og darara og þú veist, og þurfti að distansera sig frá öllu og veist, hann þarf alltaf að koma heim og hann fyrir að, veist, við sjóðum allir í 100 gráðum og þú veist, og allt þetta en þarna, mér fannst þetta var svona moment, fyrir mér var þetta moment þáttana þegar hann svona einhvern veginn, hann var virkilega leiður og hann svona fyrir kannski á einhverju augnabliki fyrir hann bara var alltaf þess virði veist, okkur skilja er þetta ekki, okkur fatta er þetta ekki veist, einhvern veginn að því veist. En þegar við sjáum þetta moment úr, svo ég vitna aftur í trailerinn á hann Rólabrík, þegar að þú ert að garga þá í klefanum því nú ertu rosa hjartalýr og góðu náungi er þetta ennþá svona eitthvað element sem að þú hefur í þar, því við sko mér finnst ofta einhvern veginn að við göfgum hlutir rosalega mikið, það er einhvern veginn svona það öskra sér eitthvað rosa slæmt, það má ekki en þetta er í okkur öllum. Já, en samt þetta var akkurat moment sem að ég held að þetta hafa nú ekki gerst nema kannski, ég veit það ekki oft en þú veist, þetta er staður sem þú vilt ekki vera á sko. Nei. Þú vilt finna betri leið sko. En ef þú lendir á þessum stað er þá ekki alltaf að hleypa hann út? Jú. Því ég er með þessa teóri að við sko að við eigum að gangast við okkur sjálfum eins og erum og stundum erum við búin ákveðin að ég má ekki vera reiður og því meira sem ég fyrir að læra að stoppa mig af ég upplifði það allir sem er mig að þegar ég fór alltaf svona að finna reiðina mín aftur þá er þetta svolítið glaður bara meðan ég er ekki að skaða hana fólk algjörlega, og það er náttúrulega hlutverk þjálfarans er að halda þessu distansi til að geta tekið okkur þennan hárblásara öðru hvoru að því menn líka bara mannlegt eðli að slakna þess á og stundum þarf að setja upp eitthvað leikrit og í raun og veru, það er bara kunstþjálfarans að halda þessu passlega distansi þú mátt ekki eins og hann segir hann líka what, you not friend of players only not bench, you take bench þetta er bara einfalt
annarkvort þetta með hann inn á eða á bekkin, veist, eitthvað svona og mjög fallegt, sko, ég svona einhver, veist, algjör rúkki í þessu, sko og líka, veist, með allir virðingu fyrir einmitt, þjálfurum að fyndi hvað maður er þrátt fyrir alla spilamennskun og allt, þá er þjálfun eitthvað allt annað element, skilur, og það tekur tíma og þú þarft að lendi í alls konar til þess að vera betra og betri, sko. Reynir á aðra hluti og... Já. Okay. Hvar liggur ástríðan þín núna? Er það í gagnvart börnum og... Já, hún liggur í, já. Menntakerfinu og þar? Já, liggur í... Eða svona ekki menntakerfinu heldur í að bara gefa af því gagnvart börnum? Já, ég held að mín mesta ástríða liggi því að koma þessum viðsnúningi svolítið inn, að við sem samfélag byrjum að skoða þennan viðsnúning sem ég kalla tilfinningasjálfsábyrgð, að kenna börnum strax að láta engan ræna gleðinni sinni og að segja að taka ábyrgð á tilfinningunum sínum. Vegna þess að tilfinningarnar okkar eru okkar e-mail á universið. Óskin okkar er í formi tilfinninga, hún er ekki í formi miða eða markmiða eða einhverja skjala eða plana, heldur hún er í formi okkar tilfinninga ástands. Það er að segja, þegar ég er glaður og peppaður, þá er ég að senda út óskina að ég vilji þannig heim. Skilur, að ég vilji vera í því ástandi. Það er að segja, það snýst minna visuálana, sem að þó er alltaf birtingamyndir, vona einhversu að tengja við mig, en það er að segja, óskirnar okkar eru hér, og ef einhver er búin að stela hjartan okkar og ræna, þá erum við alla daga að senda út í heiminn óskina að við viljum að svona sé ástandið. Skilur, og við erum í álugum og í raun og veru eru í álugum. Ef einhver hefur rænt hjarta og hversu mörgum hjörtum er rænt oft og þá ertu ekki víbrans, þú ert varkár, þú tekur enga sjensa, þú klæðir þig safe, gerir ekki neitt, ert bara svona líður áfram og þá er sú orka sem að þú ert í, að því alla frumur hafa tíðinni og eitthvað svona, og tíðinni þinna fruma er það sem að þú ert að óska heiminum. Tengist þetta því sem að ef ég myndi spyrja spurningar sem ég er búin að spyrja eiginlega alla, ef ekki alla sem að sestina, ef það væri nú einn 15 ára Óli Stefán hlusta, ef þú ættir að gefa 15 ára eða 16 ára sjálfu þér ráð miðan allar reynsluna sem þú hefur, hvað ráð myndir gefa þér? Já, athugaðu, eða það er að segja, taktu ábyrgð á gleðinni þinni. Taktu ábyrgð á gleðinni þinni eða vöntun á gleði. Ef þú ert ekki glaður, skoðaðu hver það var sem að rændi þessari gleði, veist, hver eða hvað var það sem rændi þessari gleði og fyndu út úr því. Vegna svo endanum til þess að finna hann aftur. Já, endanum varst að þú sem leyfðir einhverjum að ræna gleðinni þinni. Skilur. Og that's it. Við erum að skoða það. Ef við erum leið, hver var það sem að tók eitthvað? Hverjum leyfðum við að taka eitthvað? Kekjað. Erum við ekki bara að vera góðir? Jú, bara verri ég væri betri eins og við segjum. Það verið verri? Ég væri verri ég væri betri. Það væri betri. Já, skárri ég væri verri. Dásamlegt að fá þið hérna. Með ásumulegis. Ekki bara gaman að koma? Var þetta eitthvað svona? Já. Ég veit ekki. Kári sat hérna og sagði ég vildi þetta hefði verið, það fór í þáttinn í lok þáttarins sagðan, ég vildi þetta hefði verið efnismeira í mínum huga hafandi tekið öll þessi viðtöl, þá var það mjög efnismikið viðtöl. Já, ég veit. Þannig að þetta var aðeinslega bra. Já, ég þakkaði líka fyrir athygli skáfuna að halda þræðinum og geta nýtt orð, athygli snild. Já, eða eitthvað, reynum að snúa sér eitthvað jákvætt. Það ekki? Já. Geggjað mér.